meistari, flottur sigur á Haukunum í dag. Hvernig svona, hvar vinnið þið þennan? Já, bara vörðin í seinni allt önnur heldur en í fyrra hálfleik. Þetta séu 18 stig sem að skora síðustu 20 mínúturnar. Hafdís að þú hefðir sagt nokkuð velvalin orð við þær í hálfleik, hvað var það? Ég sagði ekki mikið, sko, ég öskraði eitthvað það. Nei, mér fannst við bara vera svolítið leppalúðar í jólagýr í fyrra hálfleik. Og spila, það var ekki eins og við varum á heimavelli og ætluðum að gera eitthvað og virkilega tryggðum í að við værum betra liði. Og samt fannst mér leikurinn vera þannig að sko mistökin sem, vandræðin voru miklu meira systematísk fannst mér hjá þeim heldur en okkur. Og ég held bara í þriðja og fjórða fannst mér við sanna það. Sko. Þetta náttúrulega gott að ná 2 sigrum í röðunum eftir 2 tapleiki þennan daginn. Já, algjörlega. Við vorum ekki að pæla í því. Við vorum góðar á móti Keflavík, vorum ömurlegar á móti Breiðablik. Þetta bara einn leikur í einu. Náttúrulega ennþá á toppnum og skiljið allavega Haukana enn betur eftir. Það fara að líta dálítið vel út fyrir ykkur. Já, eins og ég segi, þetta er bara þetta í haft og markmiðið að vera í topp 4. Þannig að þetta er bara eitt flott skref í þá. Ég er náttúrulega 2 lið í næstu 2 leikjum sem eru allavega eins og staðinu núna í 2 næstum. Mikilvægt að halda einbeitingu í svoleiðis leikjum. Já, klárlega. Við vanmetum Snæfellingana ekki. Þær kláruðu Hauka í síðasta leik. Og þær eru bara stór hættulegar sömuleiðis. Og ég held að þetta sé einmitt það sem getur gerst út með pakka í kringum þessi topp 4 að þú farir að taka einhverju gefnu og Njarðvík slæðir út Stjörnuna líka í bikarnum. Þannig að í alvörunni geta allir unnið alla í þessu deild.